Alltaf sent, ég veit að þetta er byrjað. Ég er ekki maður. Hvað, eru við í loftinu? Já. Leitum við. Kommandari, við viljum ekki vera seinir. Já, ég þurfti að koma einn dag. Ég ætlaði að fara í leyfi vegna þess að kona mín dáin og svona. Ætlaði að jafna mig á fullorðinu. En ég þurfti að koma fyrst að það verða vandamál. Sem ég ætla ekki að fara nánar út í. Gott kvöld, þetta er Skjálfari. Þormar, þú sagðir að vera veikur þess að þú ætlaði að koma í dag. Ertu hættur við að vera veikur? Druglaði þá mig. Þetta er Skjárinn laugardaginn 5. mars 2022. Það er komið Mars, stemmari og fíkniefni og svona. Ekki, Davíð? Jú. Sterabolti. Það er kafi í hestasterunum. Já, ertu sterabolti? Kaffi? Jú. Jú, ok. Besta kaffið? Já. Nei, ég er bara að reyna að fókusa mér að spjallinu á milli, það er svolítið vandræðilegt kannski. En við ætlum að líta á þetta. Já. Það er metfaldið sem þetta, 10.000 manns. Já, getur ekki bara létt af öllum aðgerðum, eitthvað? Já, þá er þú að gera, ég get ekki gert það. Hafi ég að gera það? Já, þú þurft að gera það. Getur ekki þú gert það? Þannig að þess að ég vil það ekki. Ég vil ekki hægir, gerst þú það? Nei, Vellum, ég er nóg Nei. þegar. Nei. Vellum, þú verður að gera það. Nei. Jú. Þú. Til þess að vera góð kjóli, þá átt að vera góður á píanó. Kjálsén, eina ástæðan fyrir að Dóri sé ennþá á Íslandi. Hi, Skewsy Pons. Hi. Hæ. Hei, Manni. Salka. Ná í bókina. Já, þú ert að ná í bókina. Ok, bless me ray. Oh, yeah! Kamera 7. Já, þarna. Já, það er þessu. Afsakið. Þú verður ekki að muna að segja við Gott kvöld. Þú verður ekki að muna að við séum allar sólarhringinn að skrifa fréttir. Já. Þetta fara. Spá, hvað var ég að skrifa hér? Við skrifaðu ömmu ekki tala. Ég er búinn að skrifa hann 50 í dag. Ok, sorry. Já, kvota þetta. Þetta er allt eitthvað teikningar hjá... Þetta er allt eitthvað teikningar hjá börnunum mínum. Jæja, þetta máttu það. Gott kvöld. Hrunið er farið að hefjast núna hérna árið 2008 með byrju, þetta er eitthvað eldgamalt. Það er komin ný heimsfaraldur, nei, þetta er eitthvað... Skiptur og Snorra. Hvað er Snorri Hendarsveitur? Skiptir og Snorra sundur. Já, yfir til þín, Snorri. Öskudagur, bolludagur, annar í hvítasunnu, aðfangadagur í dag, þriðjudagur, 22. apríl 2002, fimmtudagur, ágúst 7, bolludagur, sprengidagur í dag, yfir til þín, Snorri. Já, hér er ég komin í kunnuna og ég er að taka viðtal við fræga TikTok-stjörnuna Gústa
Þannig að þú elskar refinn. Þú ert mikilvægt vinsælda frá sumarinu þegar þú ætlitir refinn. Ég er svo góður á TikTok út í ég elska refinn. Já. Ég elska börn. Ég elska börn. Það að vera hérna í húsinni. Það er frábært því að börn Já, ég er mjög góður innan börn. Ég er 8 börn sjálf. Já. Nú erum við komin inn í kringla sem aftur 12 börnum. Já. Allir elskar börn. Ég elskar ekki þú, Olla Kolla. Þú vildur ég myndi koma ykkar til þín. Verður að segja þetta gæti orðið mjög gróft. Mér vantar ykkur til þess að halda fyrir augun mín. Ég er að læra mökunardans. Já. All he has to do is to keep up. Ég ætla að prófa þetta. Hvað með mig? Komið sæl og verið velkomin í Silfrið. Ég er Egill Helgason og hérna er ég komið góða gesti. Við erum öll búin að koma okkur vel fyrir hérna til þess að tala ógeðslega leiðinlega hluti. Fyrir ykkur sem voruð að spá, þá deili ég ekki teppu með ókunnum. Já, ég er Eggert Ólafsson, læknir. Eins og við öll vitum. Ég er Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri Reykjavíkur. Eins og við öll vitum. Og ég er Rósa Þorsteinsen. Eins og við öll. Eiginlega allir vita. Ég veit ekki hvað þú veist. Hvað starfar við? Ég veit ekki. Stjórnmálafræðingur. Þannig að Dagur, hver er uppáhalds grái liturinn? Þetta er mjög góð spurning. En ég held að uppáhaldið mitt er malbiksgrá. Ok, en hvað er þinn uppáhaldslitur? Já, það er náttúrulega light off liturinn sem notaður var við byggingu hormónans í Færeyjum á seinni hluta síðustu aldar. Einmitt. Og hvað með þinn uppáhaldsgrái litur? Minn er ljós, brún litur. Mér auðvitað líka við silfurlitan og sagði þetta er auðvitað silfrið. Silfurlitur er einstaklega skæð fyrir minn smekk. Hver er skoðun ykkar á þornun málningar? Þornun málningar, ég var nú einn sem að mála þetta, mér finnst þess að ég var að mála hvít. Já. Þorna málningin er 5 klukkustundir. En hvað með... Spurningin er hvað merkir. Ég myndi segja að málningin í slippfélaginu, hún þorna ekki nógu hrætt. Hún er allt og lengi. Ég veit ekki hver þú ert. Rósa. Og ég vil ekki að þú fari að tala. Ok. Ég fekk mann í gær sem var með krabbamein og ég var að segja og hún var að deyja. Ég var að deila sem eitthvað við þess að fyndi. Já. Já. Og hæ Mummi, hefurðu séð sinnepið? Ok, giska ekki. Elskarðu mig? Þú meira sem vinur, það ekki? Ég ætla aðeins að kíkja hérna. Já, Mummi, já, hvað er hérna? Mummi, hvað? Já, ok. Já, þannig að ég þarf aðeins að fara á klósettið, Mummi. Ég ætla kannski bara að vinna í þetta. Hæ, Mummi. Hvað ertu að gera? Nei. Hvernig getur þetta að vera ekki bara í rauninni? Ok. Það farið burt frá mamma, hann er stórskritin. Alla leið til Alaska. Dagur, þú ert að skrifa nýja þætti sem þú Kannski skrifa er ekki rétt á því. Við erum búin að taka upp, við erum bara að klippa nokkra síðustu þættina. Einmitt, en þetta er bara svona smákorn af einhverju smá áhugaverðu máli sem við viljum ekki hafa í þessum þætti. Heldur viljum við fá eitthvað leiðilegt.
Hvernig eru efnahagskerfin hérna á Íslandi? Já, efnahagurinn í slæmu standi. Ég var að spurja hann. En breyta efnahaginum ef þetta að koma einhverju sjálfstæðismenn, taka burt efnahaginn og flytja til Noregs með skip. En hvað með næsta orkupakka? Já, það þarf náttúrulega að skoða það vel að það ákvæmt á Alþingi og jafnvel komið þingsályktastillögu fyrir lok næsta árs ef það ætla að ná fyrir næsta aldarfjörðungi. En hvað með þig, Dagur? Hvernig finnst þér þetta mál? Þá er ég alveg sammála að það getur vandamál ef að sjálfstæðismenn taka allan peningar í Íslandi og flytja til Noregs með peningin og ég persónulega þá hata ég Noreg. Það eru sérstaklega það ein eyja sem ég datt út, þetta er svo leiðilegt. Hún er í norðsíðstjóð, ég fór þar árið 2014 og ég man eftir þessum eina stein sem var svo ljótur. Hann var svona tinnugrár dálítið, en svo voru svo mikið margnútur, svo svona, hvað heitir þetta aftur? Margnútur? Já, nei, ekki margnútur, það var fiskur. Þetta er svona litlu hvítu doppurnar. Já, múrstin. Nei, en talum við þetta múrsteina. Svona Chicago Brick er svo áhugavert. Vilt þú ekki bara fara? Finnst þetta múrssteinarnir sem eru til í húsum David Johnson í San Francisco, þeir múrsteinar eru náttúrulega mjög flottir. Þeir eru mjög fallegir, en það er hvernig búið að skera þá. Það truflar mig stundum, sérstaklega í Park Avenue 452. Finnst steipun vera mjög flottir. Afsækiði mig. Er ekki þáttur búinn? Ef þú ekki dansa lokadansinn? Nei, þetta er skemmtilegt. Við viljum fá leiðina. Já. Mjög svefnmikið það sem hann segir. Góða nótt, kæru áhörður. Skemmtilega sögu, ég var nú að... Nei, ekkert skemmtilegt. Fisk í gæra. Ekkert skemmtilegt. Þannig að í plokkfiskunum hafa bein í Hver er nú ykkar uppáhalds beininu? Það var svona... Minn uppáhalds matur margnútur. Farðu burt. Ég ætla að fara úr þættinum. Gott. Ég er með kúk. Nei, ég ætla að fara. Komdu að því, það er nóg pláss. Ok. Fínt, ég sko nóg pláss, einmitt. Nóg pláss. Á hverju? Ég ætla bara að fá að loka þetta inn, sko. Ertu að reyna að kyssa mig? Hvað er þetta? Nei, ég held ekki. Nei. Welcome to the Gulag. Komið sæl og verið velkomin í Blindan bakstur. Ég heiti Eva Laufi og eina ástæðan fyrir ég er um þessu sjónvarpi er út af pabbi minn að hemma ykkur. Rest in peace. Í þessum þætti þá erum við komið 2 manneskjur, en það er Baldur sem er öryrki og Hafsteinn sem er líka öryrki. Þannig í dag ætlum við að búa til svona fallegt quesadillas pönnuköku. Er þetta alveg fallegt? Hey, Gunni, takk maður. Er þetta ekki falleg quesadilla hjá mér? Hún var rifin, þetta. Hvað sagði? Hún var rifin. Ég er best! Ég er besta! Ekki nú! Ég er betur nú! Það er alltaf leið. En alltaf, þið erum núna að byrja að finna súrdeigsbrauð. Ok, þannig að er það ekki að finna neitt
Ok, svo finnst það þegar finna einhver örgjum. Því allir verður hlæja. Þannig að ok, þannig að þið taka og ég skal bara gera eitthvað fyrir ykkur. Ok. Nei, gerið þið! Takkið, nei, ok, það byrjið þið að taka maískókós. Maískókós. Þetta hérna er venjulegu kókós. Þú líka, þú líka að gera. Gerð þú. En þarna, ég man þegar ég var á svona Young Fans. Low-key er ég ekki low-key æði. Low-key. Ok, þannig að þetta gengur bara frekar þegar. Þannig að nú þurft ég að baka svona. Og þið eru þetta frábæri að baka. Skálið? Nei! Diskur! Don't do this! Hann er getur þetta! Nei, ekki. Akkur tók ég gera þetta? Sverðu þetta! Er það orðið? Það er ráðni! Sett á disk! Láttu út! Sett í op! Brendu spil! Ég get þetta ekki lengur. Já! Við viljum klæða þér! Við viljum klæða þér í sjálf! Nei, Þú getur lofið! Já, Þú ert ekki kjáðast! Þú er ekki blindur! Nei, ég er bara hauðkjáðið! Ég er ekki blindur, ég get alveg séð þig! Ég snýttu! Ég er ekki á hann! Ég er best! Ég er bara best í að baka, síðan er þið bara ég er á að baka, ég er góð í að baka, þú er góður! En fyrst þetta. Hvað er í gangi að vera? Ég skil. Ok, ég fara. Nei, Nei, ekki svara. Nei, mummi, nei! Jæja, borgarstjóri. Þannig að ég er komin hérna með lista af hugmyndum sem hægt er að framkvæma hérna. Og ég vil ekki bara að byrja. Númer 1. Breyta hluta af Breiðholtsveg í göngugötu og bæta við trjám og hjólastíg. Þetta mun virkilega lífga upp svæðið. Þannig að hvað finnst ykkur það? Nei, það er líklega Út ykkur ekki? enga bíl er betri. Ok. Ég er bara stress. Ef það er einhver göngugötur, þá var allir hugmyndinu okkar færnar. Eigum við að fara heim í dag? Jú, já. Jú, það er búið. Jæja, sé ykkur morgun. Ó, sjálfstæði. Bjarni, hvað er Bjarni að gera? Ég var í ræktinni, þess að vera sterkur og síðan borða ég kjöt, svona nauta, íslenskt, ekkert grænmetisskjötaði. Sjálfstæði. Og ég er að fara að vera næsti borgarstjóri, ekki sósíalista, ekki vafki og ekki píratar. Ég verð næsti borgarstjóri. Nei. Ég elskar hann aftur með þess að ég elskar hann. Jú. Já, nei, meira því ég er pírati. Ég ætla í borgarstjóri. Já, gott fyrir þig. Þú sjálfselski hákjörn. Ég veit að ég er búin að tala það allt í stafið þetta. Það var með því úr að vera. Við getum þetta. Við náðum að fara að þingi. 1, 2 og... Ok, þið viljið ekki gefa mig 5 fyrir að fá missa... Enginn kýs þig. Spilling. Fullkomn. Spilling þegar einn þú fer. Þá kemur þú í raunina. Spilling hefur enga til valdatíð dagspjækasunar. Ég ætla að breyta því og breyta öllum göttum í umferðarkjöld. Nei. Og núna vill hann fara að byggja nýtt hverfi í Úlfarsvötnar. Ég segi að við breytum því í bílastæðahverfi. Þar sem allir geta lagt bílum sinn. Það er bílastæðahverfi í Reykjavík. Þú ert með píratist, alltaf að gera hvernig. Bílar er ekki góð fyrir umhverfið. Nei. Sanna. Líf. Þið
bílinn. Og við viljum auðvitað að fara á spítala fyrir ókeypis. Hvað viljið þið sem gera í borgarstjórn? Hvað vilt þú gera saman? Ég vil helst að byggja fleiri íbúðir og gera þær ódýrar. Bílastæði skipta meira. Við heyra raunverulegu spillingu í borgarstjórninni. Bílastæði skipta meira máli en íbúðir. Býttu, hvernig það útskýrir fyrir mér? Hvort fyrir bílar eða fólk á Íslandi? Bílar. Fjölskyldur með allmest 8 bílar. 4 ár. Bjarni, hvað myndi Bjarni gera? Bjarni. Ég fór morgun á Ísafjörð, fékk mér lundahjörtu og meðan ég drakk þorskablóð á myndlagi. Fékk sér 8 kíló af lýsi og síðan núna þarf ég að gubba. Og fékk sér lambakjöt og ekki gleyma ísunni. Kjöt. En hvað er hugmyndin þín, Jó? Já, mér finnst að við ættum að byggja sundlaug í Breiðholtinu. Hvernig á þetta fátæka fólk að geta synt í Breiðholtslauginni? Það bara ekki til laug í Breiðholtinu. Hvar fékkstu þið þarna lambakjötið? Í Breiðholtslauginni sem ekki til. Við verðum að fá aðra laug í Breiðholtinu. Ég var að spyrja hann. Við verðum að fá aðra laug í Breiðholtinu. Á Ísafirði. Aðra laug í Breiðholtinu. Eigum við að sættast við það að börnin í Breiðholti ættu að fara alla leiðina? Já. En fyrst að ég var borgarstjórn næst. Nei, ég hætti. Þú talar Ég ætla að fara í Garðabæinn. Þið veitum Breiðholtsveginn. Hvernig við getum gert það að göngugötu? Ég algjörlega á móti því. Ok, hvað með Hverfisgötuna? Ekki séns. Nei. Hvað með Bergþórugötuna? Nei. Ég elska umhverfið. Hvað með Njálsgötuna? Nei. Ok, ég skal gefa þér eina götu sem mátt fá. Þú mátt gera kringluna að göngugötu. Hvað með breytum götum? Ég ætla að breyta kringluna. Ég elska náttúrulega. Já, ég ætla ekki byggja neina mosk. Ég skal breyta kringlunni. Nei, þá. Kringluna okkur verður hófið. Nei, það verður engin moska í Reykjavík. 4. ágúst 2003. 8 vinir fóru í Bónus. Þetta var ekki venjulegur dagur. Einn þeirra stal Haribo-poka. 3 af þeim 8 vildu gefa viðtal vegna málsins. Þetta er sönn sakamál. Haribo-na bránið. Við byrjum núna. Hrólfur. Þú og Bjarni sem að gerði þetta voru mjög góða vinir, ekki satt? Já. Af hverju stal hann Haribo-pokanum? Veistu það? Ég veit ekki. Af hverju? Nei, ég veit ekki. Þú veist það vel. Nei. Manstu ekki aftur þessum degi? Nei. Þú ert að ljúga. Þetta er stærsta og flóknasta sakamál Íslandssögunnar. Ég veit ekki. Segðu okkur eitthvað! Þarna. Já. Árið 2013 borgaður ekki stöðumálasekt. Þú þurfa að veðja að þessi 2 mál eru tengd. Þú snýr okkur tenginguna. Segðu okkur hver tenginguna með stöðumálasekturinn á Haribo-pokans. Ég veit það ekki. En ég þarf að segja sannleikann. Frá næsta vinn í yfirheyrslunni hjá Konna Brím, sjónvarpsmanni. Segðu mér Björgur, segðu mér Björgur, stalst þú Haribo-pokanum? Farðu af mér. Stalst þú Haribo-pokanum? Farðu af mér. Stalst þú Haribo-pokanum? Já, þú ert farin af mér. Ha? Þú ert farin af mér. Stalst þú Haribo-pokanum? Nei, Hver gerði það? veit það ekki. Manstu ekki eftir þessu? Núna verður hann að ljúga svo hann fer ekki í fangelsi. Nei, Þú lýgur. nei, Þú lýgur. nei. Hver er fleiri voru með þér? Ha? Hverju fleiri voru með þér? Þú stalst
Haribo-poka. Hverju voru með mig? Já. Bara, vinur. Bara, þú veist, vinur. Önnur manneskja nafni Gólfur meðmæladag. En Gólfur... Ég er ekki Gólfur. Ó. Leið mér næja alveg Gólfur. Gólfur! Gólfur, hvernig er það? Gólfur, stalst þú Haribo-poka? Nei. Hver stal hann þá? Ég veit ekki. Þú veist það. Nei, ég veit það ekki. Jú. Ég veit ekki. Hvað manstu var hún þig? Ég man ekki. Þú ert að ljúga. Nei. Ó. Þú varst að ljúga. Ég vissi ekki að málið eru svona flókið. Það var mjög erfitt fyrir þess að menn að segja sannleikann. Þess vegna ákveð ég að tala við einn mann viðbót. Ólf. Það er komið síðustu manneskjuna, Ólf. Fyrirgefðu þetta. Ólf, þú ert síðasta viðbót. Hvað manstu frá þessum degi? Ég man ekki. Hvað minn? Ég man það ekki. Ég man ekki hvað gerðist. Dararón, kítachi. Hérna erum við komið síðustu manneskjuna, hann er Jokkun. Maður sem framleiddi danska Haribo-pokann. Jokkun, af hverju heldur þið stóðu þessum Haribo-poka? Ég veit það ekki. Nei. Hann var góður kannski. Já. Hefur eitthvað meira mál að segja? Nei. Þetta hérna er heimildamennir okkar og niðurstaðan er að þeir stálu Haribo-pokann. Ég er kannibalisti. Kannibalisti? Nei, ég styð flokk fólksins. Hvað ert þú á til í það? Ég var ekki síðust við þetta. Ég Ég hélt að vera hættur. Nei, líkur þetta. Ég vildi gera því stoltan af mér elsku ævi. Ég er ekki síðust. Ég er undir þér. Eftir lagi er maður með þetta. Yfir þú? Nei, ég er alveg. Yfir þú? Við vitum að það. Þú var það ekki. Ok, ég ætla bara að taka þetta croissant með mér. Og fyrst ef þú lætur svona ungi maður þá ætti ég bara að éta þig. Já, ekki til. Amma, ertu ekki ammans haug? Nei, svo. Ég er kannibalisti. Þá voru ekki fleiri í fréttunum í Skjánum í kvöld, laugardaginn 5. mars 2022. Búin að afléttingirna þá við þessum. Einmitt. Núna ætlum við bara að hafa gaman að ekki að koma með Mars aðeins verða að vera betri stemmar, eða ekki? Einmitt. Jú, takk Svo get ég fara aftur í fyrir í World kvöld, en fyrst þetta. Casablanca. Ég var alltaf á Casablanca ungur.
sem styðja Flokk fólksins eru kannibalistar. Inga Sæland er kannibalisti. Bongos. Casablanca. Maður getur ekki búið.